Here. Here. Time to jump. Já. Herru, við afsöngum þetta. Smá tæknilegt vesen okkar megin. Það sem... En við erum komin aftur í loftið. Leikurinn var bara settur í pásu. Maður sjá. Nættilega mynd komin bara inn að unnarsætt. Lilith mörla með plattina. Nær hún alltaf. Kate með olti kannski smá sent en næsamt að drifla Lilith. Það eru 3 árinu eftir á móti. Molly á bombuna samt. Það er aðeins. Gott skot. Últa, þetta er last round. Sjóvaldi. Það er þess ekki. Það er 12-0 fyrir Klöts. Þarna ætla ég að skamma Þór svolítið. Ok. Af hverju eru þær ekki últa? Bara enginn í liðinu er últa. Notiði ult. Klóf deyr hana. Já. Með 2 tímins lífandi. Þetta er last round. Ertu að spara últið til næsta pistol? Ok, þetta er pínu mín. Þetta er pínu mín. En Þetta er svona valid criticism. þú veist, þetta er svona eitthvað sem þið þurfið aðeins að... Ekki vera að save ults for worlds, guys. Nei. Don't be saving them for worlds. Smá líkdjók þannig. Já. Já. En þetta á alveg við hér líka. Það er satt. Get that leak shit out of here. Never. Ok. Þá er... Já. Stakk á A-inu og allir Klöts playerar hjá B. Það er sárt. Herru. Ef að þetta er confident push hjá Klöts, gæti þetta orðið mjög snöggur leikur. Já. Það eru að píka inn í shortið, það er eftir að það er enginn hérna. Við verðum að fara að gera eitthvað. Boombotinn fer inn í... Það sem byrja að horfa á þetta, bara eitthvað. Ó, býtu, það er enginn hérna. TP! Vaka, þetta er scary, bara heyra 5 manns tíma. En þú, einhvern það er engin leið fyrir það að vita að það voru 5 manns. Þú heyrðir öll í einu. Já, það er samt. Þú veist bara að TP Það eru búin að detta niður en að ná Síu með fyrsta pickið. Klótiður sem er inn á sætt. 2 að spila long, 2 að spila elbow. YP byrjar diffuser en hann nær hann stikka. Nær ekki stikka. Náttúrulega með pickina þá er Lillifætt 1-2. Nær hún að Lilith Herru. bjargar þessu rándi með kill á Lillifætt. Það var ekki complete sweep. Nei. Það var 12-1. Það er alltaf mikið skárra að tapa 13-1 til að tapa 13-0. Já. You at least got one in the bag. Já, það er að minnst að sko, munurinn er ekki sá mikill að við getum ekki einu stöðum í ferð. Já. Þú veist, við eigum eitthvað sjens á móti þessu liði, við þurfum bara aðeins að æfa okkur betur núna. Við þurfum, ef þú getur unnið umferð á móti liði, þá getur unnið þér fleiri. Já. Þannig að nú er greinilega eitthvað sem þarf að æfast. Af því að þetta var umferð sem var á 100% jöfnum grundi, bæðilega með mikið pening og byrja með sömu util í rauninni og bara, þú veist, það er ekki til jafnara round en pistolnátið. Nákvæmlega. Þannig að sé. Eru enda með svolítið skemmtilegt hérna Ígoran. Gott neitana. Ná, gott killin af Telja. OCU í lamps. Það eru 5 inn í lamps. Oh my god. Freyr bara með spektrinum. Nær góðu damage og Delulu er ein eftir með 63. Er bara að fara að hlaupa í Eniku. Var ekki alveg tilbúin að hún væri ennþá í CT. Hélt kannski að hún væri Showers. Var ekki TP í Showers? Var það? Já. Nei, hún spilaði B. Já, tjók. Hún var bara í Bara Showers. ein á B. Skilji. Svolítið skemmtilegt hljóð. Skemmtilegt að heyra hljóðið in-game þegar við horfum á replay. Heyra því sem hníf. Já. En Þór stelpun er greinilega byrjar að kaupa sér skinja en það er Valorant. Þá er þetta orðið official. Það eru búin að skipta. Ok, ég segi svona. Skinnin í Valorant eru líka bara geðveikir. Það er bara...
Mér finnst þau eru kannski ekki endilega með Ég meina miðað við CS-skins, halló? Já, CS-skinin eru, þú veist, þau eru iconic en þau eru ekki svona, þú veist Nei, þetta flest öll CS-skin eru bara PNG á byssunni já. en þau eru mörg iconic og ég skil að píla við CS-skin Lullified með first She's blood nade. Einingu sem ætlaði að pusha upp frá Hookah. Here. Púsar upp með Þetta er einhver nú- DP Bomb buddy out. I dropped the spike. Svolítið erfitt round þar sem að þær eru nú í bónus. I'll find you. Komin inn á site, Kate byrjar að planta. Ætlum spammi í gegn, Lullified með spammin á móti. Dripur síu, það er þetta 5 á móti 3 hérna í matchpoint. Wifi byrja að pusha henni í lamp, sem taka eitthvað lampfæstartról. Claudia dripur Lilith, þá er það 5 á móti 2. Tíminn er ekki að vinna með þeim, Natti Wifi og Nadiel, já. Last player Cypher standing. Darti skannar Natti Yellow sem er tekin í gennum smoke, Wifi 1-4. Það er pushan á dripana, það nær þetta. Attackers Klukkan er ekki win. með henni og þetta er frekar óvinnalegt randana. Nei. Samfærandi leikur hjá Out of time. Clutch, hérna á Bind. 13-1. Hérna skil tími prediktaði ekki Bind í kvöld. Ég er brjálæður. Já. Sjá mér hérna bara mjög 6 augljóslan. first bloods hjá Waffly, by the way. Sjá mér hérna bara frekar augljóslan mun á því á reynslu. Bara margir hluti sem að Þór gerir vel hérna en ennþá fleiri hluti sem þau þurfa að læra og gera betur. Þú tapar ekki 13-1 af því þú spilaði leikinn mjög vel. Já. Það er bara staðreind. Good luck next gang. Observerun okkar hérna rosalega kurteis Já. og við afsökum Við ásum kannski þetta að líka, já. pásuna sem að kom hana Þetta og var, að strími lág niðri. má segja unavoidable. Já, það er sem sagt Já. Blue screenaði, stream, blue screenaði streamtalvan. já. Það er svolítið Main systemið, úr okkar höndum held ég. já. Þetta Þegar var- ég stegi einhverja snúru hérna, sem ég held ekki. Nei, ég held að sé engin Hérna. snúra hérna sem tengir. Heyrnartólsnúra mín, hún tók töluna át. Þetta var mér Já. ekki henni. Tekið á mig. My bad. En já, þetta var samt alveg góður leikur í þá staði að hérna Þór stendur að læra mikið frá þessu leik. Það er, þú getur alltaf Já. tekið leikir sem fara svona, þú getur alltaf tekið það frá leiknum að þú getur lært svolítið á honum. En þetta er núna þriðji leikurinn hjá Clutch þar sem að þær tapa ekki meira en 2 umferðum. Það hafa unnið 1-13-0, 1-13-1 og núna 13-2 Og tapað. og tapað 13-6. Já. Þannig, ég er mynd, ég er mjög spennt að sjá að því svo sem hefur Clutch verið að spila á móti lið sem eru kannski með aðeins minni reynslu á leiknum. Já, Þær hafa ekki spilað á móti Venus eða Jötun Valkyrjur. nei, sem eru núna akkurat í fyrstu og öðru. Mér finnst líklegt, ég er ekki viss, hvor er ofar núna. Já, fáum kannski að sjá scoreboard. Við ætlum að fara í stutt á pásu fyrst, auglýsingar. Ok. Auglýsingar, svo förum við vera. Síðan tilkynni við úrslit úr off-stream leik og förum yfir stigatöflu. Yay!
Velkomin aftur. Herru, það var leikur off stream. Höttur, Guardian Grillnar. Yes. Höttur vinna þann leik 13-7 Mhm. á Bind. Á Annar Bind. leikur sem ég prediktaði ekki hvað mapp færi á og fór á Bind. Já, típist. Það er hérna, já, Bind. Hvað það eru? 13-7. Já, Ok, solid. ég held að það sé sama staða og var þegar Höttur spila á móti Gold Diggers á Bind. Já. Consistent. Consistent. En við ætlum að fara bara yfir í heildar stigatöflu The scoreboard. fyrir allt mótið. Fáum kannski að sjá það núna. Já. Er ekki, já, það er annarkvort Venus eða Jötunn Valkyrjur í efsta sæti. Já, Það er með hafa 30. Nei, Venus er í fyrsta sæti. fyrsta sæti. Smá í röklinu. Já, En, en það er svo spurning hverju öðru. já, Það eru 2 lið sem eru hann búin að vinna 3 leiki. Við förum að fara yfir í þetta rétt bráðum, bara verið að græða. Koma öllum úrslitum inn í það á þeim leikjum sem voru að spilast. Þannig að, já. En þetta eru skemmtilega leikir í dag. Manst hérna, Já. sko, ok. fyrsti leikurinn var geðveikur. Controllers Gold Diggers, mjög áhugaverður leikur. Já. Þetta var svona overall kannski ekki svona mest spennandi. Nei, en hann var En leikurinn var ákveðin kannski round. ekkert spennandi, en leikurinn var skemmtilegur. Já, ákveðin round gerði það að verkum að þetta Já. var bara hvað er í gangi. Svo reyndar, Þóra F. Klats, frekar mikið sweep hjá Klats 13-1, þannig að þetta er Líka bara ekki mikið sem getur sagt um það. mikill reynslumunur, mikill æfingamunur í Valorant allavega. Þóra Já. eflaust æfa rosalega mikið CS, kann að tala saman. Og síðan fyrsti leikur kvöldsins náttúrulega leikur fyrir fyrsta sæti í deildinni. Náttúrulega Mhm. bara wow! Bara svona heldur áfram. Nefnum það er, já, fáum bara að sjá okkur. Já. Já. En förum inn yfir skorborði. Venus, fyrsta sæti með 8 stig. Það er Klats hérna í annað sæti og Jötunn Valkyrjur í 3. Fall from Grace hjá Valkyrjum úr fyrsta niður í 3. Það er svolítið erfitt. en Áhugavert líka en að Venus og Klöts eru með jafnmargar umferðir í plus þrátt fyrir það að Klöts er búið að tapa einu leik. Það er hversu sannfærandi vinnið þeir eru búin að vera. Jáp. En já, Gold Diggers hérna í 4. sæti og Höttur ætti að vera Nei, bæði lið búin að vinna 2 leiki, það er rétt, já. Þá, Gold Diggers hérna með 4 umferðir fyrir en Höttur -8. já, það er í rauninni, sko, ég held að sé smá safe að segja núna að þessi 3 lið sem við sjáum í topp 3 verða í topp 4. Já, Við munum sjá það áfram í þessi best of 3s. við sjáum það Þá líka er bara spurning, á umferðum fyrir hver Já. gríðarlega sannfærandi sigra þær eru að vinna. bara, hver nær Lastbot? Já. Verða Gold Diggers, verða Ravihöttur, verða Controllers, verða Þór, verða Guardian Grillnar? Já. Ef að Guardian Grillnar vilja ná því, allavega miða við hérna umferðina þeirra, Já. þá verða þær að vinna alla leiki sem þeir eru eftir. Og hinir leikinir verða að fara svolítið rosalega mikið þeim í hag. En einmitt, Gold Diggers eru núna í 4. sæti. Já. Þannig að það er, einmitt, ef þær halda sér við sína stöður. Ravihöttur nú með ekkert svo mörg rounds þannig séð. Hefur náðu einu góða vinni Já, til þess að komast þannig upp í 4. en núna er þetta orðið miklu meira að tala um það að vinna leiki heldur en að vinna rándi hérna. Þar sem það er svolítið dreifði liðin í rándum. Já. En þetta lofa góðu og það verður spennandi að sjá hvað 4 lið er að fara að mætast í playoffs. Hver er að fara að vinna deildina en allavega vinna riðilinn Já. fyrir hérna útsláttarkeppni. En við þökkum fyrir okkur í kvöld og ég held að sé ekki útsending næstu viku, heldur eftir 2. Já. Ef ég man rétt. Já, ég man ekkert. Já, mögulega.
kemur tilkynning það líklegast. Eða við verðum flett því upp núna. Ég ætla bara að hafa það á hreinu. Höfum það á hreinu, þannig við séum ekki spreading misinformation. Nei, ég er að ljúga. Það er næstu viku. 4. október. Stream? Já. Ok, 4. október, sjáumst aftur. Næstu viku. Yes! Klukkan 7. Klukkan 7, eins og alltaf. Takk fyrir okkur. Thank you!